Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 13. júlí er 4. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er samfélag syndaranna. Í lexíunni skrifar Jeremía, svo segir Drottinn hersveitanna, bætið breytni ykkar og verk, gerbreytið háttum ykkar. Í pistlinu stendur skrifað, hví dæmir þú bróður þinn? Öll munum við verða að standa frammi fyrir dómstóli Guðs. Og í Guðspjallinu segir Jesús, dæmið ekki og þið munuð eigi verða dæmt. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem er úr Lúkasi 7. kafla. Verið miskunnsöm eins og faðir ykkar er miskunnsamur, dæmið ekki og þið munuð eigi verða dæmt. Sakfellið eigi og þið munuð eigi verða sakfelld. Fyrirgefið öðrum og Guð mun fyrirgefa ykkur. Gefið og ykkur mun gefið verða. Góður mælir, troðinn skekinn fleytifullur, mun lagður í skaut ykkar. Því að með þeim mælir sem þið mælið, mun ykkur aftur mælt verða. Þá sagði Jesús þeim og þessa líkingu. Hvort fær blindur leitt blindan, munu ekki báðir falla í gryfju. Ekki er lærisveinn meistaranum fremri, en hver sem er fullnuma verður eins og meistari hans. Því sér þú flísina í auga bróður þíns, en tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu. Hvernig færð þú sagt við bróður þinn, bróðir, lát mig draga flísina úr auga þér, en sérð ekki bjálkan í þínu auga. Hræsnari, dragðu fyrst bjálkan úr auga þér og þá sérðu glöggt til að draga flísina úr auga bróður þíns. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins er samfélag syndaranna. Sælir eru miskunnsamir því að þeim mun miskunnað verða, sagði Jesús í fjallræðunni og í Guðspjallinu í dag segir hann, verið miskunnsam. Merkingin á bak við orðið miskunnsemi er að fyrirgefa þó viðkomandi hafi vald til að refsa, sem sagt velja að refsa ekki. Verið miskunnsam, sagði Jesús, því að Guð er miskunnsamur, dæmið ekki, sakfellið ekki, en fyrirgefið öðrum. Eins og Guð mun gera við okkur. Vill þá Guð ekki að við berjumst fyrir okkar málstað og rétti? Jú, hann vill að allir lifi við sanngirni, en hvetur alla til að útkljá sín mál á friðsaman hátt. Í öllum deilum hafa allir eitthvað til síns máls og yfirleitt hægt að komast að samkomulagi án þess að valta yfir hinn aðilann. Svo vitum við að orð sem sögð eru í hita leiksins verða ekki aftur tekin. Við lifum í samfélagi syndara. Verði okkur á óskum við sjálf eftir sanngjarnri meðferð. Við viljum upplifa miskunnsemi, fá sakaruppgjöf og fyrirgefningu. Og vonandi læra af mistökunum. Guð gaf okkur vitsmuni og vill að við tökum sjálfstæðar ákvarðanir og skoðum hvert mál frá sem flestum hliðum. Hann vill að við forðumst að taka afstöðu í blindni, það er afstöðu með öðrum sem tók afstöðu í blindni og enda svo báðir í sjálfheldu. Eins og Jesús sagði, ef tveir blindir leiðast geta báðir fallið í sömu gryfjuna. Verið miskunnsöm, sagði Jesús, því lífið er þannig að öllum verður á,
Enda segir Jeremía í Lexíunni, heyrið orð Drottins. Allir sem tilbiðja Drottin, bætið breytni ykkar og verk. Treystið ekki lygaræðum, gerbreytið háttum ykkar og verkum, sýnið sanngirni í deilum manna á meðal, kúið ekki aðkomumenn, munaðarleysingja og ekkjur, úthellið ekki saklausu blóði og eltið ekki aðra guði ykkur til tjóns. Þá mun ég búa meðal ykkar. Spámaðurinn stóð í hliðinu við musterið og hrópaði til fólksins. Hann skilaði sínu hlutverki, en síðan var það á ábyrgð hvers og eins að taka við þessum heilræðum. Við erum sífellt að leggja mat á hluti, hvort eitthvað sé satt og rétt, gott eða slæmt. En öll eigum við það sameiginlegt að vilja vera betri en í gær og við viljum ekki gera sömu mistökin aftur og aftur. Við viljum forðast átök og fá að lifa í friði. Miskunnsemi og að geta fyrirgefið er mikilvægur eiginleiki ef við viljum að það takist og nauðsynlegt að forðast þá eins og heitan eldinn að dæma og fyrirlíta aðra. Því öll munum við einn daginn standa frammi fyrir dómstóli Guðs og við verðum að svara fyrir okkur, eins og segir í pistlinum. Því ritað er, svo sannarlega sem ég lifi, segir Drottinn, fyrir mér skal hvert kné beygja sig og sérhver tunga vegsama Guð. Góð breytni er ekki einungis farsæl fyrir okkur sjálf, hún er öðrum góð til eftirbreytni og á sama hátt og illbreytni getur orðið öðrum til falls. Okkur er tamt að mikla það sem er gert á okkar hlut, eins og Jesús sagði með dæmisögunni bjálkann og flísina. Við sjáum misgjörðir annara en réttlætum okkar. Í Guðspjallinu spurði Jesús, því sérð þú flísina í auga bróður þíns, en tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu. Jesús staðsetur flísina og bjálkana í augum persónanna. En það segir sig sjálft að sá sem er með bjálka í auganu sér varla til að hjálpa hinum við að losna við flís. Þar að auki geta flísar verið svo smáar að það þurfi virkilega góða sjón eða einstaka athygli til að koma auga á þær. Og hvað segir það manni þann sem sá flísina? Dæmisagan segir okkur að sá sem hvorki sér eða viðurkennir eigin vandamál, sá sem er með bjálkann í auganu, er ekki fær að hjálpa öðrum að leysa sín vandamál. Bjálki í eigin auga skekkir öll viðmið. Heimurinn er samfélag syndara því að allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð, stendur í Rómverjabréfinu. Jesús sagði í texta dagsins, dæmið ekki og þið munið ekki verða dæmd. Þessi orð eru sögð fyrir okkar daglegu samskipti við náungan. Fyrir trúna á Jesú höfum við frið gagnvart Guði en gagnvart náunganum stöndum við daglega. Ekkert slítur okkar hugarró eins mikið og stöðugur ófriður. Og á sama hátt er ekkert sem gefur sál okkar eins mikið frið og ef við höldum frið við aðra menn. Eigum kærleiksrík samskipti við alla og getum sýnt þolinmæði og umhyggju þeim sem við þekkjum ekki en mætum í lífinu. Þannig verðum við sátt við okkur sjálf sem er forsenda þess að okkur líði vel í eigin skinni og að öðrum líði vel með okkur. Þetta er mitt boðorð, sagði Jesús, að þið elski hvert annað eins og ég hef elskað ykkur. Guð gefur okkur aðeins góð ráð.
Guð biður okkur að vera miskunnsöm við aðra og fyrirgefa þrátt fyrir að hafa vald til að refsa. Og Guð mun veita okkur hið sama. Hann mun vera okkur miskunnsamur. Guð ráðleggur okkur að vera skjót til sátta, fljóta að fyrirgefa, vera kærleiksrík og elska náungan og friður Guðs mun fylla hjörtu okkar. Guð svo sannarlega kærleiksríkur og umhyggjusamur Guð. Þess vegna lagði Jesús áherslu á tvöfalda kærleiksboðorðið að elska Guð og elska náungan, sama hver náungin er. Það sýna öllum nærgætni, virðingu og kærleika. Þó það sé alls ekki alltaf auðvelt. Í áreiti og hraða nútímans, þar sem sífellt reynir á mannleg samskipti, auðvelt að gera mistök. Og verði okkur á sem óhjákvæmilegt, þá auðvelt að missa sig, tapa áttum, reiðast, hneykslast eða verða sár af ummælum eða skeytingaleysi einhvers og svara á sama hátt. En ritningin segir, lát ekki hið illa sigra þig, en sigra þú illt með góðu. Og hið illa sigrar ef við iðrumst þess ekki að hafa svarað í sömu mynt. Já, þema dagsins samfélag syndaranna. Guð hefði ekki sent son sinn til að frelsa heiminn ef honum væri sama okkur. Nei, Guð sendi soninn til að gefa okkur nýja von, gefa okkur andlegt lögmál í hjartað, því hann vill ekki að neinn glatist. Fagnaðarerindi náð hans og miskunn á að berast til allra manna, til endimarka jarðar, því að Guð elskar okkur syndarana þó hann hati sjálfa syndina. Heimurinn féll í synd, en við höfum trúna, heilagan anda sem hluti af Guðdóminum í hjartanu. Postulinn skrifar, börnin mín, þetta skrifa ég ykkur til þess að þið skuluð ekki synga. En ef einhver syngar, þá höfum við málsvara hjá föðurnum. Jesú Krist, hinn réttláta. Hann friðþæging fyrir syndir okkar og ekki einungis fyrir syndir okkar, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Síðan skrifar hann, ég riti ykkur af því að Guð hefur fyrirgefið ykkur syndir ykkar vegna Jesú Krists. Já, dæmisögur Jesú fjalla allar ríki Guðs, boðsgestina, okkur, og veisluna sem verður á himnum. Þær segja allar að við þurfum að taka ákvörðun, þiggja náðina sem okkur býst fyrir trúna. Þær segja okkur að við séum dýrmæt í augum Guðs og við þurfum að meta okkur sjálf meira en við gerum í dag. Við þurfum að átta okkur á því að Guð hefði ekki gefið son sinn og Jesús hefði ekki viljað fórna sér ef við værum einskis virði. Guð skapaði okkur í sinni mynd, við erum eftir mynd hans og fáum eins dýrða líkama þegar við komum í ríki hans. Hvað gæti verið dýrmætara fyrir okkur í þessum heimi en að vera vissum að Guð elskar okkur, hann fyrirgefur og hann verður okkur miskunnsamur af því að við viljum vera börnin hans. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni, amen.